Já, hingað kominn Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Sæll vertu Hjálmar. Sælir. Við ætlum að tala bók eftir þig og skipulagsmálin. Og þú nú kannski verið svolítið ásjóna þessara stefnu sem í skipulagsmálum í Reykjavík og fylgt. Og ert búin að skrifa bók þetta ásamt Hrund Skarphéðinsdóttur. Bók Borgin heimkynni okkar, og þú ert kannski svolítið að útskýra svona sýn þína á skipulagsmál, en leið þetta náttúrulega sögulegt ágrip dálítið það hvernig borgarskipulag hefur þróast, Bílaborgin, Corbusier-borgin, Garðaborgin sem að Guðmundur Hannesson skrifaði á sínum tíma, og svo kannski þessi nýja borgarstefna nýji urbanismi sem hefur Richard Rúmsson að síðustu áratugina. Sko, já, ég kannski spyrði bara fyrst og náttúrulega, hvert ertu að fara með þessari bók? Já, ég og við, því að meðhöfundur minn Hrund Skarphéðinsdóttir sem er umferðarverkfræðingur í Stokkhólmi. Við erum að setja hlutin í samhengi og það rétt sem þú segir að nú tímabil sem að margir kenna við nýja borgarstefnu, og það felst svolítið í því að það verið einhverju leyti verið að taka upp ákveðna kosti gömlu borgana sem voru svona flóknar, það voru blandaðar og svona allskonar. Og þetta ákveðið svona uppgjör við þessar stóru útópísku hugmyndir 20. aldarinnar algjörlega nýja tegunda borgin, og það þá fyrst að telja sem þú nefndir Garðaborgarstefnuna sem var eiginlega mótuð af sósíalistum í Bretlandi upp úr aldamótunum 1900. Og síðan sem að sumir hafa kallað svona Garðaborgarstefnu á sterum sem var hugmynd Le Corbusier og síðan módernistana. Og í hvoru tveggja var tilraun til þess að koma á umbótum í borgunum, og það snerist mjög mikið landnotkun, skipulag, að því báðum tilvikum voru menn sannfærir það að skipulagsleysi að það ítti fyrst og fremst undir hagsmuni eignastéttanna en væri mjög vont fyrir hagsmuni lágstéttanna. Það löng saga sem ég ætla ekki að fara í, en allavega niðurstaðan var svo að í báðum tilvikum var boðið upp á algjörlega nýja tegund af borgum. Bandaríska blaðakonan og rithöfundin kallaði þetta andborgarstefnu. Og við sjáum það og það gerir sérstaklega eftir miðja 20. öldina, að þá til að mynda gerist það sérstaklega í Bandaríkjunum að íbúarnir hverfa úr miðborgunum, og það eru byggðar nýjar smáborgir, ný úthverfi, þannig þetta gjörbreytist allt saman, fjarlægðin milli manna eykst mjög mikið, Bílaborgin tekur yfir, það verður mjög erfitt að reka þjónustu í þessari strjálbýlu byggð, og svo gerist það svona til að hafa sögulega samhengi að upp á 1990 þá sjá menn að þetta komið í ógöngur. Það verður til í Bandaríkjunum stefna sem heitir New Urbanism eða ný borgarstefna, og í Bretlandi var mjög fræg skýrsla sem kom út 1999 sem heitir Renaissance of the City. Og þar voru menn að spá í það að Bretum átt að fjölga 25 milljónir næstu 30-40 árin, og menn sáu það að það var ekki hægt að byggja borgirnar eins og þær höfðu verið byggðar síðastliðin 50 ár. Það að finna nýja leiðir, þétta borgirnar, gera vistvænu samgöngumátum, herundur höfð og svo framvegis. Sko, endurreist borga, og þú talar endurreisnartíma borga, og það burt frá þessu hraðbrautaskipulagi, þessu zoning-skipulagi sem það tala nákvæmlega. Og og þar erum við að tala einhvers konar það að göturnar verið endurheimta göturnar eins og þú orðar það. Já, það er, og það er kannski rétt að hafa það í huga að því að módernismin, fagnaðarbóðskapur módernisman var eiginlega við skulum hverfa frá götunum. Göturnar skipta engu máli lengur. Sjáum til þessi í Breiðholtinu að húsin byggð eiginlega frá götunum og hafa kannski grænt í kringu sig en þau eru frá götunum. Já, göturnar ekki lengur grunneining borgana. Það ein mikilvægast og róttækasta umbreyting sem verður með módernismanum, og það tekið upp hérna í skipulaginu sem gilti hér frá 1962 til 1983 og hefur verið kallað bílaskipulagið.
Og við sjáum þetta reyndar alveg skýrt hérna í miklu eldri hverfum vestur í bæ. Það annars vegar Verkó við Hringbraut og þar hús út við, alveg út við götuna, út við gangstéttarnar og inngangar húsana eru af götunni. Þannig að þú kemur út úr húsinu þá ertu komin út á gangstétt og götu og það eru margir inngangar. Í blokkunum út á Melum, sem eru örugglega frábært að búa í, þar búið að fjarlægja blokkirnar frá götunum. Það margar hverja snúa göflunum að götunni og þegar kemur út þá gengur ekki út í borgargötu heldur út á bílastæði. Þetta alveg ótrúlega róttæk umbreyting á borgunum eins og þau þróast í 10.000 ár og hún á sér stað miðja 20. öld og var hér virk alveg þangað til 2000 eða 2010. Og það má segja að þessi nýja borgarstefna sem að ég að og svo við erum að fjalla svolítið mikið hún snýst að endurheimta borgargöturnar. En þú ert eiginlega að tala fyrir meira kaosi en hefur verið eða meiri blöndun. Meiri blöndun og það er dálítið merkilegt að við rekjum það að eftir að móderníska skipulagið var kynnt hér með pomp og prakt algjörlega þegar pólitískt held ég í borgarstjórn Reykjavíkur að þá komu tveir ungir arkitektar Björn Ólafs frá París og Ingólfur Helgason sem var arkitekt og ennþá í Edinborg og þeir gagnrýndu þetta nýja aðalskipulag sem allir voru svo montnir af því að það var virkað eins og hávísindalegt og sögðu þetta skipulag algjörlega úrelt, þetta miðar við þá hugmynd að borgin sé skítug, óheilnæm og þar framtu göttunum og þá var í rauninni verið að miða við iðnaðarborg í 19. aldar. Þeir benda báðir á það, þarna 1970, samfélagið í dag allt öðruvísi. Björn Ólafs segði post-industrial area, það að segja þjónustu þjóðfélag. En nú snýst þetta allt bílinn og það bíllinn sem að tekur svo mikið pláss í okkar samfélagi og því hefur náttúrulega verið haldið fram að stefna sem þið reikið í borginni sé bílinn sem móti bílnum og að þið séu, eins og menn séu að talað að þetta sé aðför að einkabílnum eða fjölskyldubílnum. Já, það fjarri sanni og vegna þess að við erum í rauninni að framfylgja aðalskipulagi Reykjavíkur sem ég held að sé dálítið mikil tímamót, aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030 og það gengur einmitt út á það að efla alla samgöngumáta og efla kannski fyrst og fremst vistvæna samgöngumáta. Þannig að það verði alvöru valkostur hérna í Reykjavík að geta til að mynda búið í borgin á þess að vera nauðbeygður til að eiga bíl. Og þar eru við alveg á nákvæmlega sama farvi og sömu vegum og borgir allstaðir í kringum okkur, efla vistvæna samgöngur, efla almenni samgöngur fyrst og fremst, efla líka möguleika á því eða opna möguleika fyrir því að fólk komist gangandi í úrvinnu og það gerist með henni þéttri borg og líka að búa til betri aðstæður fyrir hjólandi. Og það sem að því í dag eru það svona rúmlega 70% allra ferða í Reykjavík eru farnar á bílum. Aðalskipulag Reykjavíkur gerir ráð fyrir því að árið 2030 verður þetta komið niður í 58%. Þannig það raunar í sumum hlutum Reykjavíkur, vesturparti Reykjavíkur, þar þetta hlutfall ekina kílómetra eða hlutfall allra ferða sem eru farnir, það ekki nema tæplega 60%. En bílaeignin þvert á móti að aukast. Já, en nákvæmlega þess vegna ennþá mikilvægara að ná tökum á þessu. Af því ef við náum ekki tökum á þessu, að þá endum við í fullkomnu kaosi. Og við vitum það í vinnu við svæðisskipulag höfuðborgarinnar að þá var á nokkurn veginn þannig að frá 1987 til 2012 að þá fjölgaði fólkinu á höfuðborgarsvæðinu 25% en bílum fjölgaði 42%. Þess vegna höfum við núna 90.000 bíla í Ártúnsbrekkunni á hverjum einasta degi. Ef þetta verður svona áfram næstu 30 árin, þá verðum við komin upp í 120.000 bíla í Ártúnsbrekkunni á hverjum degi. En þetta ekki bara það sem eins og maður segja, það sem Íslendingar vilja? Þeir vilja vera á bílnum sínum? Jú, margir vilja vera á bílnum sínum, en margir vilja líka eiga aðra valkosti. Og það nákvæmlega það sem aðalskipulag gerir ráð fyrir, að meiri segja árið 2030 þá verði mikill meiri hluti þeirra sem að fari hér borgina, þeir verði á bílum.
En hinum fjölgir talsvert mikið sem eiga þess þá valkost að taka strætó, hjóla, ganga. En þarf þá ekki að taka einhverjar götur og byggja mislæga gatnamót og vikka göturnar vegna þessa umferðarflaum sem síðdegis og á mótnana? Já, það þarf að gera margt og núna einmitt í gangi samvinnuverkefni borgarinnar eða réttara sagt sveitarstjórn höfuðborgarsvæðinu og vegagerðarinnar þar sem verið að ástandsgrein eins og heitir og verkfræðimáli 37 gatnamót á höfuðborgarsvæðinu og þar sem sagt það verið að athuga það hvað þarf að gera til að liðka fyrir umferðinni og það getur ýmislegt stundum nægir að lengja svokallega beygjuvasa, stundum nægir að skipta eða endurstilla ljós, stundum þarf hugsanlega þær í sumum tilvikum að fara út í einhverjar ennþá stærri aðgerðir. Framkvæmdir þá? Framkvæmdir, en það búið að kynna núna, það var borgarstjóri kynnti hér á fundi í Hlíðunum, á Kjarvalsstöðum, könnun á því hvernig það dæmi gengur upp að setja Miklubrautin í stokk. Já. Og það, ég heyrði hér á Ríkisútvarpinu daginn á Rás 1, verkfræðingur frá VFSO, verkfræðistofunni og hann taldi það að setja Miklubrautina í stokk hafa þá hæga bílaumferð og almenningssamgöngur yfirborðinu. Það gerir kleift að byggja að götunni við Stakkahlíð og það bara ein alveg rándýr lausn. Já, lausnirnar eru mjög dýrar. Já. En það leysir mjög mikinn vanda á tilteknu svæði af því að vandinn ekki allstaðar. Það myndast flöskuhálsar við gatnamót og á tilteknum stöðum. Það á bústaðaveginum. Það sem menn hafa sumir talað fyrir einmitt að þar þyrfti að bæta gatnamótin. Já, og það allt saman í skoðun, en sko stóra, og ég alveg sannfærður það og ég held að allir flestir sveitarstjórnarmenn á höfuðborgarsvæðinu, fyrstulega verður að gera grein fyrir því og það nú það sem kemur fram í þessari bók, að við skulum ekki ímynda okkur að það sé einhver ein lausn sem að leysi allan vanda. Að því mér finnst stundum þegar menn að tala það að sjálfkeyrandi bílar muni leysa allan vanda, það ekki þannig. Nei, þetta verður áfram ákveðin kaos í þeim skilningi en það verða margar lausnir. Já. Fólk verður á bílum, það verður örugglega einhverjir sjálfkeyrandi bílar, þeim fjölgar sem að fara á hjólum, gangandi og með strætó og allar sviðsmyndir, öll reiknilíkun, allt sem hefur verið rannsakað í þessu máli sýna það að eina leiðin til þess að koma í veg fyrir að umferðarkaosið verði algjört hérna næstu 20 árin það að koma upp hraðvirkum og öflugum almenningssamgöngum. Þú ert að tala þá borgarlínu? Ég að tala það sem við kalla borgarlínu, já. En það gríðarlega dýr framkvæmd og umdeild, það nú, já. Já, það reyndar ekki dýr framkvæmd miðað við það ef að ekkert yrði gert. Og það ekki dýr framkvæmd ef það yrði farið í öll þau mislægu gatnamót og allar þær aðgerðir sem var reiknað með í svæðisskipulaginu 2001 til 2024. Þar má reikna með að þær framkvæmdir bara við þau mislægu gatnamót sem voru teiknuð þar inn séum 150 milljónir pluss 150 milljarðar pluss rúmlega 100 milljarðar í svokallega innri götur, ræsi og allskyns tengingar og þá ekki einu sinni farin að minnast á öll bílastæðin sem það þarf að byggja og þannig að við erum þá komin upp í tölu sem einhvers staðar á milli 200 til 300 milljarðar. Það eins og verið að tala að þegar hún fullbyggð, þessi borgarlína, þessi rúmlega 50 kilometrar, þá það við skulum segja einhvers staðar á milli 70 til 100 milljarðar. Þannig að það miklu, miklu ódýrara og það kemur fram í þessum frábæru skýrslum allra verkfræðistofana að það ódýrasti og besti. En þá verður fólk náttúrulega að vilja nota þennan samgöngum. Já. Og það náttúrulega, og eins og menn segja, þetta að þvinga Íslendinga í strætó? Það ekki að þvinga fólk eitt eða neitt. Eina leiðin til þess að þetta gerist það að fólk uppgötar að það þægilegra og fljótlegra. Og mér langar ef ég má nefna það að það það var verið að stjórnvöld í Þýskalandi voru með eitthvað hugmyndum það að kannski ætti að gera tilraunir í nokkrum smærri borgum og bæjum að hafa ókeypis í strætó og það var þýskt blað ágætt sem að gerist heilmikla skoðanakönnun hjá þeim sem að fara alltaf í úr vinnu og bílunum sínum og þeir voru spurðir
ef að verður ókeypis í strætó eða lestina eða hvað sem það var, myndu þá fara í strætó eða lestina og þessu einu allir nei. Það eina sem skiptir máli, ég mun aldrei gera það fyrir en það verður orðið fljótlegra og þægilegra fyrir mig. Leið og ég geri það verður orðið þannig, þá mun ég gera það. Ergo, verðið skiptir voðalega litlu máli. Þannig að og það út af það gengur borgarlína. En þessi þéttingarstefna, nú hafa verið miklu árekstrar út af þessari þéttingu og það hefur menn hafa verið gagnrýndir á framkvæmdir eins og Hafnartorg og svona. Er þessi stefna ekki rekin kannski að full mikilli óbilgirni og svo náttúrulega hitt á bara þetta í miðjuna og ekki þetta annars staðar líka? Nei, ég held hún sé ekki rekin ég vonum sé ekki rekin neittni óbilgirni. Hún mjög vel rökstudd með aðalskipulaginu sem mikill og að mínum að þetta frábærlega vel skilgreindur og vel rökstuddur doðrantur. Og ég held líka að smám saman og það að koma í ljós núna ef við lítum bara á Hverfisgötuna það sem að vera til 200 íbúðir stór hluti þeirra verða bara fullbúnar núna á þessu ári og auðvitað verið að byggja miklu víðar innan borgarmarkana. Það bara á 2-3 árum búið að byggja 250 íbúðir í Bryggjukörfi vestur sem Björn Ólafs, arkitekt í París hannar. Hérna í kringum þessa ágætastofnun að rísa mjög hratt 360 íbúðir. Ég keyrði hérna fram hjá Hlíðarendahverfinu. Þar að rísa 850 íbúðir, kranarnir komnir. En þetta hefur nú samt skapað húsnæðisskort. Ég meina, hefði ekki verið miklu fljótlegra að skella bara í nýtt hverfi? Nei, það nefnilega hefði ekki verið fljótlegra, en í skýrsla frá byggingafulltrúanum í Reykjavík sýnir að það tekur ekki minni tíma að byggja í svokölluðum úthverfum. Það tekur örlítið meiri tíma 2,7 mánuði meðan tekur 2,6 mánuði að byggja hér inn í byggðinni. Þannig að þessi saga það sem fljótlegra að gera það einhverstað fyrir utan byggðina, hún bara ekki rétt. Og mér langar líka nefna það að það mjög haldið á lofti að fermetrarnir hér á þessu svæði í þessum nýbyggðu húsum séu svo miklu dýrari en þá á útjaðri byggðarinnar. Ég veit ekki, en allavega svona löglétt könnun sýndi það að hér var verið að selja minnum mig við Jaðarleiti 100 fermetra íbúð, glæsileg íbúð, á nákvæmlega sama verði og 100 fermetra íbúð við Úlfarsbraut inn í Úlfarsárdal. Þannig að það margt svona sem fullyrt sem að þegar það svona gáð nánar að stenst ekki nánari skoðun. Þú hefur náttúrulega orðið mjög umdeildur stjórnmálamaður, einhvern veginn eins og ég segi andlitsstefnu sem umdeild, vegna þéttingarinnar, vegna bílana, og þetta eru heitmanni til svo mikið bara á Íslandi, þetta víða deilt þetta, og þú hefur fengið á þig, og þú er hóluhjálmar. Jú. Og hérna, og það má kannski segja að sumuleyti, þú fórst ekkert vel út úr prófkjöri Samfylkingarinnar, þú mistir 3. sæti og dast niður í 5. og fékkst frekar lítið af atkvæði. Já, ég hefði auðvitað gjarnan vilja halda í 3. sætið. En eins og ég hefur sagt að þá 5 líka flott tala, þannig að ég inn í þessum flokki sem að eru 5 efstu og þetta var bundin kosning, þannig að ég mun halda áfram í borgarstjórninni. En tekur mark á þessari gagnrýni sem beinist að þér allri? Já, auðvitað tek ég mark á henni. En sumt af henni sumt auðvitað bara eitthvað svona pólitískar skilmingar sem ég tek ekkert mark á. En auðvitað tek ég mark á því ef að fólk óttast það að það mun ekki komast lengur á bílunum sínum milli hverfanna og þá reyni ég að upplýsa það snýst alls ekki það. Að því að það mjög mikið af fólki sem annarkvort getur ekki eða vill ekki annað en að fara allar sinna ferð á bílum. Það verður þannig áfram. Það verður að vinna í haginn fyrir hina sem vilja gjarnan nota aðra samgöngum á það. Hjálmar, þakka þér fyrir að koma í þáttinn. Þetta sem sagt bókin, Borgin heimkynni okkar, sem eins og ég segi, það stjórnmálamenn, það alltaf gott ef að stjórnmálamenn setja hugmyndir sínar á blað. Þakka fyrir að koma. Þátturinn búið hjá okkur í dag, Fanney Birna verður með ykkur að viku liðinu.